Komið öll sæl og blessuð og Íslensk verðbréf, takk kærlega fyrir að bjóða mér að vera með ykkur hérna í dag. Reglulega gaman að fá að taka þátt og hlusta á áhugaverð erindi. Nú það sem að mig langaði að fjalla er svona þessi stóra mynd og viðfangsefni ferðaþjónustunnar og hvernig hún hefur verið að þróast og stöðunni í dag og horft til framtíðar. Örstutt, hérna, sjá, er þetta ekki leysir, hérna, ekki? Já, hérna. Eins og þið sjáu hérna á efri myndinni, hérna sjáum við fjölgun ferðamanna á síðustu árum og við sjáum og það var nú allir heyrt þessa miklu fjölgun sem hefur átt sér stað hérna svona fljótlega eftir hrun og auðvitað hefur hún verið mjög svo umfram áætlanir og í raun og veru miklu meira en að gerast annars staðar í kringum okkur. Góðu fréttirnar í þessu öllu saman hins vegar eru þær að við höfum verið að horfa á mikinn vöxt utan háannar. Það er að segja, allt markastarf og annað hefur snúist af því að fá ferðamenn meira allan ársins hring. Það er að segja að dreifa ferðamenn, ég veit að maður á ekki að tala um að dreifa ferðamönnum en svona þó ég noti það nú bara hér, að það er svo mikilvægt fyrir okkur til að nýta alla framleiðsluþætti betur og auka framleiðni að geta fengið fleiri ferðamenn allan ársins hring. Og við sjáum hér að bara núna í mars á þessu ári þá komu jafnmargir ferðamenn og í júní sem háönn árið 2012. Þannig að okkur að verða mjög ágætt í þessari dreifingu þó við eigum sannarlega heilmikið eftir og væntanlega munum við nú aldrei svo sem algjörlega útrýma árstíðasveiflunni en hins vegar þetta mjög gott svona sæn. Nú hverju hefur þessi skilað? Jú, við erum komið með fjölbreyttari útflutning, við erum komið með svona þriðju stoðina hægt að segja og ferðaþjónustan núna orðin langstærsta útflutningsatvinnugrein landsins en það sem sést svo líka hér sem mjög jákvætt það að þjónustuútflutningur hefur aukist verulega í kjölfarið. Og hérna sjáum við hvernig gjaldeyristekjurnar hafa verið að aukast og ferðaþjónustan komið hérna á miklu blússi inn síðustu misserin. Hverju skilar þetta? Hvað segir þetta okkur varðandi atvinnusköpun og eins og Kristján kom inn á þá hefur orðið ofboðslega mikil atvinnusköpun í greininni á síðustu árum og við sjáum það bara hér að svona þessar helstu greinar innan ferðaþjónustunnar árið 2010 voru 11.000 störf í greininni og eru núna rúmlega 21.000. Það er að segja að störfin þeim hefur tvöfaldast á meðan í raun og veru heildarstörfum í landinu hefur fjölgað 13%. Þannig að það má segja að ferðaþjónustan hafi að miklu leyti haldið uppi atvinnusköpun í landinu og ein afleiðing þess sem mjög ánægjulegt að til að mynda atvinnuleysisbætur að þær hafa lækkað 3,5 milljarð á milli síðustu 2 ára, það er að segja milli áranna 2014 og 2015. Nú það sem líka gaman og áhugavert að sjá það að þetta hefur haft áhrif bæði á störf á höfuðborgarsvæðinu og út á landi. Hér sjáum við hvernig atvinnuleysið hefur lækkað og komið niður fyrir 3%. Við sjáum hérna höfuðborgarsvæðið að atvinnuleysið hefur lækkað mikið en á sama tíma líka út á landi. Þannig að það má segja að áhrifunum þeim gætir allt land. Og varðandi þessa miklu fjölgun starfa þá líka ánægjulegt að sjá að það fleiri störf, fjöldi starfa meira að aukast á landsbyggðinni en á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að það auðvitað mjög ánægjulegt og hvetur þannig og eflir byggðir allt land. Hérna bara örstutt sjáum við hvernig þessi skipting og hvernig þessi þróun hefur verið á milli atvinnugreina. Það er að segja í fjölgun starfa frá árinu 2008 til 2015 og hérna sjáum við þetta þessar helstu ferðaþjónustu greinar. Hér sjáum við hvernig störfunum hefur verið að fjölga en á sama tíma sjáum við líka og auðvitað við urðum fyrir miklu áfalli í iðnaðinum og í öðrum atvinnugreinum. En það sem svo líka skemmtilegt og áhugavert í ferðaþjónustuna út af því hún svona viðfeðm og snertir margt að núna bara á síðasta ári þá fjölgaði störfum í byggingarstarfsemi í iðnaði 1100 störf og stærstum hluta það út af ferðaþjónustunni. Þannig að hún líka að skila jákvæðum merkjum inn í aðrar atvinnugreinar.
Nú, hlutfall launþega í ferðaþjónustunni, janúar, júní áætlað 11%, en Arion banki var nú að gefa út sína nýju greiningu núna bara í vikunni og talar að þetta verði 15% í lok árs. Þannig að það eru auðvitað stór hluti bara landsmanna farin að starfa í þessari atvinnugrein. Þá segja menn, býtu já, en þetta ekki svo ofsalega mikið láglaun atvinnugrein og eitthvað, okkur ekki samboðin? Nú, samkvæmt sérstakri greiningu frá Hagstofunni, þá kemur fram að hlutfall háskólamenntaðra innan ferðaþjónustunnar bara mjög svipuð og í öðrum atvinnugreinum. Það sannarlega ekki mikið af menntuðu fólki innan hótel- og veitingageirans. En við megum ekki gleyma því að ferðaþjónustan ekki bara hótel- og veitingastarfsemi. Ferðaþjónustan afþreying, ferðaskrifstofu, ferðaskipuleggjendur, bílaleigur, hópbifreiðar og svo framvegis og það sá hluti ferðaþjónustunnar sem hefur ekki hvað síst verið að aukast. Og hérna sjáum við afþreyingin, það eru 50% þeirra sem starfa við afþreyingu eða í þeim geira með háskólamenntun. Og eins sjáum við að í fluggeiranum að það líka mjög hátt hlutfall háskólamentara og bara mjög í línu við aðrar atvinnugreinar hérna. Og sjáum reyndar fjármálageirin með hæsta hlutfallið, en svo erum við með símafyrirtækin og annað. Og að því ég nefni aviation eða flug hlutan, það svolítið áhugavert að horfa til þess bara upp á umsvifin að bara Icelandair, þetta eina flugfélag, að hluti þeirra sem starfa bara í háloftunum, það að segja flugmenn og flugfreyjur hjá Icelandair, 1% af öllu vinnuafli landsins. Þannig að þetta að verða orðið auðvitað mjög umsvifað mikið. Og það talað þessi lágu laun og litla arðsemi og annað. Ég segi bara hvað sem menn segja að þá þetta svo atvinnugrein sem hefur komið mjög sterk inn á síðustu árum og sem bara skila sér að fullu afli inn í hagvöxtinn. Hagvöxturinn auðvitað hrundi eftir hrun og hefur svo verið með aðdáunarverðum hætti verið að aukast mjög verulega og þetta fyrst og fremst út af ferðaþjónustunni og áhrifum hennar. Þannig að ferðaþjónustan svo sannarlega skila sér til svona efnahagslegra hagsældar fyrir okkur öll sem hér búum. Nú ef við skoðum það, og þetta svolítið svona, og ég vil meina að ferðaþjónustan hafi svolítið bara orðið til. Hún einhvern veginn spratt upp af engu og svona orðið til bara vegna svona áhuga manna í ferðaþjónustunni. Nú, og það kannski sést aðeins hér og svona bara síðustu árum varðandi fjárfestingar í ferðaþjónustunni. Hvernig bara fjárfesting almennt hefur verið núna bara árið 2015, þá sjáum við hér það og þekkjum að atvinnuga fjárfestingarnar hafa fyrst og fremst haldið upp í fjárfestingu í landinu. 300 milljarðar hafa verið voru í atvinnuga fjárfestingum og þar af 20% voru fjárfestingar tengdar ferðaþjónustu. Og þá ég að tala hóteluppbyggingu, flugvélaflotinn, bílalögu, bílarnir og svo framvegis. Við sjáum hér auðvitað og eins og hefur komið fram að þá opinbera hefur setið verulega eftir. Og aðeins ef við skoðum þetta splitt, þar að segja þessi 20% hér af atvinnuvega fjárfestingunni sem ferðaþjónustan, þá sjáum við að það hefur mest verið fjárfest í hótelum og veitingarekstri, flugsamgöngurnar hér og svo kollakolli og bílaleigurnar orðnar ansi umsvifamiklar og búnar að vera núna upp á síðkastið. Ef við skoðum aðeins hótelin betur og innviða fjárfestinguna í hótelunum, þá sjáum við hér, bæði hér á höfuðborgarsvæðinu annars vegar og utan höfuðborgarsvæðisins, að framboð herbergja hefur aukist verulega. Eðlilega, við vorum að sjá þarna áðan miklar fjárfestingar. Það mjög mikilvægt að halda þarna til haga líka að það áætlað að framboð í íbúðagistingu, það að segja Airbnb og annað, sirka jafn mikið og framboð í hótelgistingu á Íslandi sem alveg ótrúlegt. En það svo sem mismunandi aðeins tölur sem menn nefna, en það mikilvægt að hafa það í huga. Hér sjáum við bara nýtingu herbergja og hér annars vegar á höfuðborgarsvæðinu og þróun hennar og svo hér á landsbyggðinni. Hérna sjáum við árið 2005, þessa árstíðasveiflu sem ég að tala um og var að tala um. Hún var heilmikil árið 2005, 10 árum síðar
hún eiginlega horfin á höfuðborgarsvæðinu. Það í raun og veru ekki lengur árstíðasveifla. Því miður, við erum ennþá að eiga við árstíðasveiflu út á landi og eigum þar mjög mikið inni, en það vil ég meina að dreifing, eins og kom hérna fram í máli ykkar hér á undan, að dreifingin algjör lykill horft til framtíðar. Hér ennþá töluverð árstíðasveifla, græna línan hér sem sagt nýting herbergja árið 2005 og svo 10 árum síðar. Góðu fréttirnar eru þó þær að nýtingin að batna í öllum mánuðum, en þið sjáuð að þetta við erum að eiga við miklu meiri árstíðasveiflu hér heldur en á höfuðborgarsvæðinu. En hér eru sannarlega tækifæri til enn frekari nýtingar. Ef við skoðum þetta svo aðeins betur niður á landsvæði og horfum hérna, hugsið ykkur, á landinu öllu núna í júlí var 93% meðalnýting allra hótelrýma á öllu landinu. Og sko, bara við tökum Reykjavík var 95% og Suðurnesja voru 98%. Þetta eru tölur sem sjást ekki í öðrum löndum. En meðalnýtingin hins vegar í fyrra á öllu landinu var 64,5%. Ef við skoðum svo núna bara nýjustu tölur, þar að segja janúar-júní tölurnar, að þá sjáum við hérna, og nú ég með þetta niður á landsvæði, þetta höfuðborgin. Hérna sjáum við sem sagt árið 2014, 15 og 16, fyrri hluta ársins. Þá vorum við með nýtingu upp á 77% fyrir 2 árum, komin upp í 82% fyrstu 6 mánuði ársins. Þá háunin í raun og veru eftir. Hins vegar athyglisvert líka að sjá hér að þetta græna súlan sýnir í raun og veru hlutfall erlendra ferðamanna sem gista og svo hlutfall okkar Íslendinga sem að gista á hótelunum. Og þetta í raun og veru svolítið svona sláandi og í raun og veru allt annað hlutfall en gengur og gerist á nágrannalöndunum, þar sem að innlendir ferðamenn í raun og veru mun hærra hlutfall, og við sjáum hér sko að hlutfall erlendra ferðamanna á gistinóttum innan landa Evrópusambandsins 46%. Þetta svona sirka 50-50, þannig að auðvitað meiri áhætta í þessu hér hjá okkur en gerist og gengur. Ef við skoðum svo önnur landsvæði, og kannski örlítið koma inn á hér sko, já við endum í 82% í ár. Ef við skoðum svo Austurland, Vesturland og Norðurland, þá sjáum við að Austurland og Vesturland eru svona svipið, komin upp í þetta 35-40% nýtingu fyrstu 6 mánuði ársins. Og auðvitað háunin eftir, það ekki það, þróunin í rétta átt. Norðurlandið fór töluvert niður í fyrra og ég hef nú ekki rýnt það alveg nákvæmlega, en ég held að það sé hins vegar út af því að það var töluvert viðbótar framboð af hótelgistingu sem kom inn. En það sem almennt áhugavert það að hótelherbergjum hefur verið að fjölga landið án þess að það hafi komið skellur í nýtinguna. Þó við sjáum það hérna á Norðurlandi, það er eina svæðið. En þetta svona 40% nýting fyrstu 6 mánuði ársins á þessum landsvæðum. Ef við skoðum svo landsvæði sem örlítið nær höfuðborginni, þar að segja Suðurnesjum og Suðurlandi, þá erum við komin upp í svona 60% nýtingu. Þróunin í rétta átt en betri nýtingu. Þannig að þetta svona, við þokumst þó við viljum auðvitað ná umtalsvert og mun betri árangur út á landi vegna þess að þar liggja tækifæri. Nú, ef við förum þá úr hótelfjárfestingum og yfir í þessi samgöngumál okkar, þá sjáum við hér atvinnuvegafjárfestingin bara frá 1950 og svona örlítið þróunina, að þá hefur hún verið svona ýmis konar og tekur fer í hæstu hæðir fyrir hrun, þar sem við svo sem vitum hvað við vorum jákvæð og bjartsýn þar. Nú, hún hrynur og svo að byggjast upp frá hruni og hefur og að koma sterk inn. Og eins og ég segja aftur, þá 20% af þessu ferðaþjónusta. Á sama tíma þá sjáum við að fjárfesting í samgöngum, þar að segja vegum og götum, hefur, þetta náttúrulega kannski erfitt að sjá svona lífinu þeirra svona stór skali, en hún hefur verið að fara mikið lækkandi. Og staðreyndin einfaldlega svo að í dag
fjárfesting í samgöngum í vegakerfinu, það hefur ekki verið lægra sem hlutfall af landsframleiðslu síðan árið 1953 eða síðan að mælingar hófust. Ef við skoðum svo hérna aðeins, skoðum þetta aðeins betur, þar að segja greinum þetta aðeins betur niður, vegir og brýr, gráa línan, götur og svo flugvellir. Og setjum þetta sem þetta magn, gerum þetta og tökum hérna fjölgun ferðamanna í samhengi, að það sjáum við fjárfesting hins opinbera á sama tíma hefur bara farið niður. Og það svolítið og manni finnst stundum að auðvitað kemur ferðaþjónustan mjög hratt inn en henni svolítið svona tekið sér sjálfsögðum hlut, hún bara kom og hún bara og einhvern veginn menn kannski fyrst núna að vakna upp við það þarf að sjálfsögða fjárfesta í þessari atvinnugrein og öllum öðrum atvinnugreinum. Því miður við sjáum líka hérna að vegir og brýr hérna í algjöru hróplegu ósamræmi. Við sjáum reyndar hérna að fjárfesting í flugvöllum hefur farið aðeins upp en þarna náttúrulega ástæðan fyrst og fremst Keflavíkurflugvöllur. Þetta 7 milljarðar núna sem var fjárfest og það rétt tæpir 7 í Keflavíkurflugvelli. Nú, það ekki bara fjárfesting í hótelum og vegum og flugvöllum og þessari steypu allri, það líka þessi samfélagslegu innviðir eins og Sigþór kom inn á. Og við höfum nú mikið verið að horfa til þess og mér finnst stundum eins og það hafi gleymst í umræðinni. En það þessi fjárfesting í hérna mannauðnum og menntuninni. Og staðreyndin sú að varðandi ferðaþjónustuna, þá það bara einfaldlega þannig að skólakerfið og það framboð sem í boði, að það bara svarar ekki þörfum atvinnulífsins hvað ferðaþjónustuna varðar. Staðan einfaldlega sú að það ekki í boði hreinlega nám fyrir sérstaklega þá sem við teljum svo mikilvæga og mikilvægt að styrkja, það þeir sem í framlínu störfunum. Og við búin að vera að greina þetta mjög mikið og við þurfum að ná svona ákveðinni samfellu í þetta. Við verðum að geta til að mynda raunfærni metið, við verðum að geta svona módúlavætt menntun í ferðaþjónustu, þar að segja að fólk geti, það mjög margir ungir sem byrja í ferðaþjónustu og svo annarkvort bara detta út eða bara í kannski 10 ár og svo langa að fara að mennta sig og þá bara í boði 4 ára nám til þess að verða ferðamálafræðingur eða matreiðslumaður. Við verðum að geta tekið vel á móti þessu fólki og þjálfa það smám saman upp, svona þrepaskipt námi. Við verðum líka tæknivæða námið miklu betur og við verðum líka að horfa á námið í tengslu við atvinnulífi. Það gengur ekki að skólarnir hefjist allir 15. ágúst þegar HN í ferðaþjónustu. Þá eiga bara allir að koma inn hérna og fara að læra, þeir sem ætla að vera matreiðslumenni og fara að læra sögu hérna, sem hluti af náminu. Þannig við verðum einhvern veginn að ná að láta framboð og eftirspurnina vinna vel saman. Og þetta, ég kem nú aðeins inn á það eftir, en þetta vinna sem búin að eiga sér stað, greining á þessu, mjög mikið núna síðasta árið á vettvangi stjórnstöðvar ferðamála sem ég ætla að koma aðeins inn á eftir. Þannig að það liggur í raun og veru algjörlega fyrir hvað þarf að gera. En nú það stjórnvalda að taka við og taka þessar stóru ákvarðanir og fylgja þeim eftir með fjármagni. Nú ég aðeins búin að tala innviða fjárfestingar og þörfina og þá kemur, þetta kostar allt saman peninga og þá kemur aðeins að þessari umræðu sem hefur verið. Og ég verð að segja það að mér finnst svolítið stjórnmálin í heild sinni, verandi að horfa á þennan mikla vöxt síðustu misseri, alltaf að þrátta einhvers konar gjaldtöku. Það snýst alltaf gjaldtöku og þessum finnst að vera gistináttagjald og hinum komugjald og eitthvað svona og menn allir þar. En menn hafa enga skoðun á því hvernig þeir ætla að tryggja uppbyggingu greinarinnar. Tryggja tækifæri sem í greininni felast, en það ekki, við komin þangað að það verður ekki, það verður að bregðast við núna. Og ef maður horfir á hlutina í samhengi, að þá það einfaldlega þannig að ferðaþjónustan á þessu ári mun skila allavega 70 milljörðum til þjóðarbúsins. Það kom fram í greiningu Arion banka að ferðaþjónustan vegur 10% í landsframleiðsluna og þá sjáum við að við tökum bara skatta og annað að þá það 51 milljarður sem kemur frá ferðaþjónustunni.
Við erum nú þegar og greinin að borga 7 milljarða í formi eldsneytisgjalda, vörugjalda og annar bara hjá bílaleigunum. Hérna er ég að tala áætlaðar tekjur ríkisins af eldsneytisgjöldum, bifreiðagjöldum og öðrum, bara bílaleigurnar. Ég er ekki að tala hópbifreiðarnar eða annar. 7 milljarðar. Við erum nú þegar, ríkið, að fá 7 milljarða í þjónustugjöld í gegnum Isavia. Það er að segja það sem þeir fá þar, en auðvitað reyndar fara þeir peninga beint í uppbyggingu Isavia sem er mjög gott, en greinin er þó að skila þessu hér inn. Greinin er eina útflutningsatvinnugreinin sem skilar virðisaukaskatti. Aðrar útflutningsgreinar ekki virðisaukaskattskerfinu. Og við erum að áætla að greinin muni skila 5% af virðisaukaskattstekjum ríkisins. Þannig erum við svolítið að setja puttann upp í lofti en teljum okkur mjög mikið vera varlega áætla. En ef það 5 þá eru 10 milljarðar. Og þetta sannarlega eru allt beinar skatttekjur ríkisins af greininni. Svo kemur það sem allir að tala Það hvernig við ætlum að tryggja frekari gjöld af ferðaþjónustunni, og þá vil ég taka fram að ég ekki á móti því að skoða frekari gjaldtöku. Hins vegar mjög mikilvægt þá að sú gjaldtaka tryggi dreifingu, tryggi skipulag á svæðum og uppbyggingu svæðana, vegna þess að við byggjum á náttúrunni og við verðum að tryggja sjálfbærni hennar. Gistináttagjaldið í dag að skila 300 milljónum af 70.000 milljónum. Og menn eru að þrátt það hvort að það að hækka aðeins og verða eitthvað eða einhver önnur gjöld, og allar þessar gjaldtöku hugmyndir sem hafa komið fram miða því að skila kannski 1 milljarði. 1 milljarður af 70. Það svo mikilvægt fyrir okkur að halda þessu öllu til haga og horfa á stóru myndin í þessu samhengi. Á sama tíma eru fasteignaskattar, við erum að áætla sirka 2 milljarða atvinnuhúsnæði í ferðaþjónustu. Og þarna vil ég meina að þetta auka umtalsvert tekjur bara með því að ná utanum skuggahagkerfið. Ná utanum að þeir sem að leigja út íbúðir út allan bæ, sem framboðið það bil helmingur af öllu framboði, bara við náum þeim til að skila sköttum og skildum, og þá mun það sannarlega skila sér. Það ætti nú að vera einn góður fókus að horfa á. Og eins og ég segi, bara það til dæmis að ná fram allir þessari atvinnusköpun ríkissjóður að spara 3,5 milljarð í minni útgjöldum vegna atvinnuleysisbóta. Þannig að við höfum og köllum svolítið eftir því að fókusinn, sérstaklega núna kannski í kjölfar kosninga, stjórnmálaflokkana fara út í því að menn horfi á hvernig ætla að byggja upp innviðina og tryggja þannig tækifærin til framtíðar. Við getum talað gjaldtökuna líka en ekki bara gjaldtökuna. Og bara því vorum að tala virðisaukaskattskerfið örstutt, ég ætla ekki að þreyta ykkur með þessu, en við erum hér í lægra þrepi virðisaukaskattskerfisins. Við erum þar að segja 11%. Almennt ferðaþjónustan í 11% í þessum löndum sem við berum okkur saman við. Það eru stjórnmálaflokkar sem vilja við förum í efra skattþrep, yfir í 24%. Þarna verða menn líka að horfa á, og menn kannski átta sig ekki á, það bara það flæða ferðamenn, bara að rukka meira, fá meira, en við erum í ofboðslega mikilli samkeppni ferðamannin. Ferðamannin getur ákveðið að fara til svo margra annarra áfangastaða, og það sést mjög á Danmörku sem í þrepinu sínu, þau eru bara með 1 skattþrep í 25%, og þegar að það gerðist, þá sáum við að það bara gistinóttum, þeim bara fækkaði verulega. Og menn bara sáu svart á hvítu áhrif þess að þarna var þessi mikla breyting á virðisaukaskattskerfinu gagnvart ferðaþjónustunni á þessum tíma. Þeir eru núna að vinna með alls konar ívilnanir gagnvart meeting and incentives, svona ráðstefnufólki og annað, og hafa verið að ná árangri aðeins en við sjáum bara svart á hvítu og við þurfum að horfa á þessa hluti í samhengi þegar við erum að horfa til annars vegar gjaldtöku og hins vegar uppbyggingar. En eins og áður sagði, örstutt, og svo sem ég kom inn á þetta aðeins áðan, en við horfum bara aðeins á hvernig kaupmátturinn hefur verið að aukast. Þetta eru við hérna eru við frá hruni. Við höfum sannarlega þessi jákvæðu teikn á lofti, og auðvitað getum við ekki í ferðaþjónustu eignað okkur þetta öllu leyti, en sannarlega hefur þessi atvinnugrein sýnt það og sann að hún skiptir sköpum, og hún að skila ávinningi til samfélagsins. Og þess vegna svo mikilvægt að við gleymum henni ekki og tökum hann ekki sem sjálfsögðum hlut og byggjum undir hana.
Og annar þáttur fyrir okkur sem hér í landinu búa, að þetta náttúrulega ótrúlegt líka, varðandi okkur þessi 300.000, að við höfum, í fyrra, núna í sumar, þá höfum við 70 áfangastæði til að velja úr til að fara í frí, 26 flugfélög, og núna í vetur eru 13 flugfélög að fljúga hingað til lands og við getum valið 56 áfangastæði til að stökkva til í helgafrí eða hvað sem við viljum gera. Auðvitað þetta mjög ánægulegt fyrir okkur hér og mikilvægt að hafa í huga. Þegar ég segi líka og talandi tækifærin, þá auðvitað orðspor og annað, náttúran og sjálfbærni hennar, þetta skiptir allt sköpum, en tækifærin eru svo svakaleg, vegna þess að við skulum ekki gleyma því að ferðamönnum á heimsvísu að fjölga mjög mikið. Millistéttin í Kína og Indlandi, þó að kannski blikur aftur í Kína, en Indlandi og þessu mennu samfélögum að fjölga mjög mikið, og í fyrra voru langt innan við 1% af þeim ferðamönnum sem heimsóttu Evrópu sem kom til Íslands. Ég minntist aðeins á stjórnstöð ferðamála áðan og ég vil aðeins bara hvert erum við komin þá í þessari vinnu varðandi uppbyggingu. Og það sem gerir þessa atvinnugrein ólíka öðrum atvinnugreinum er það að hún svona óljós, hún svona alltumlykjandi, hún ekki svona bara á einum stað eins og við getum svolítið eyrnamerkt stóriðjuna og sjávarútveginn og svo framvegis, hún snertir svo margt. Og þegar að við fórum í vinnu með atvinnuvegaráðuneytinu í að reyna að horfa til einhverja stefnu og svo framvegis, þá sáum við það mjög fljótt að þetta bara gengur ekki upp. Við höfum ekki grunn, við höfum ekki talnagögn. Vitið hver þriðja fjölmennasta þjóðin sem heimsækir Ísland? Hún heitir Others. Það eins og við myndum ekki vita neitt Kolmuna. Þetta svona lýsandi svolítið fyrir stöðuna sem við erum í. Við erum með þessa ferðamannastaði og allt slíkt sem við verðum að hlúa að og við verðum að skipuleggja okkur. Hvar viljum við hafa fjölmenna ferðamannastaði, hvar ekki og svo framvegis. Þannig að það var mjög mikilvægt þegar við náðum þessu síðasta haust, en þá var sem sagt, tóku stjórnvöld sig saman ásamt greininni sjálfri og sveitarfélögunum í að setja á laggirnar stjórnstöð ferðamála. Og af hverju? Jú, af því að þó að Ragnheiður Elín sé ráðherra ferðamála, þá hefur hún ekkert með samgöngur að gera. Það á borði Ólöfu Nordal. Hún hefur ekkert með umhverfismálin að gera. Það á borði Sigrúnar Magnúsdóttur. Og svo þetta skiptir fjármálaráðherinn mjög miklu máli. Þannig að skiptir ofboðslega miklu máli að fá aðila að borðinu og taka ábyrgð saman, greina hlutina saman, átta sig á kostum og ókostum og svo framvegis og ná sér saman eða saman málin. Það eru góðu fréttirnar, en svo þau alltaf stjórnmálana og stjórnvalda hverju sinna að taka við þeim verkefnum og koma þeim í gegnum ríkisstjórn og taka þessar stóru ákvarðanir. Við erum komið þangað og við verðum að fara að taka þessar stóru ákvarðanir og það verður fjármagn að fylgja þessum ákvörðunum. Því eins og ég sagði, það eru svakalega mikil tækifæri og þetta glæra úr skýrslunni frá því síðasta haust. Þetta eru gjaldeyristekjurnar. Þá vorum við að áætla gjaldeyristekjur í fyrra 350 milljarða. Þeir urðu 368 milljarðar. Þá vorum við að áætla árið 2020 620 milljarða. Ef við tökum bara fjölgunna í fyrra og í ár, þá verður þetta nær 700 milljarðum eftir aðeins 4 ár. Og 2030 vorum við að áætla svipa mikla gjaldeyristekjur og heildargjaldeyristekjur þjóðarinnar 2015. Og ef áætlanir ganga eftir, og við höfum náttúrulega verið að fara miklu hraðar en það, þá erum við að fara að horfa miklu stærri tölu en þessa 1000 milljarða árið 2030. Þannig að eins og ég segi, tækifærin til staðar, en það eru sannarlega áskoranir og það okkar allra að taka ábyrgð og vinna saman í þeim. Takk fyrir.